19. desember. 8. jólasveinin heitir Skýrgámur, en reyndar stundum kallaður Skýrjarmur. Hann ekki jafn mikill göngugarpur og margir bræðra hans og finnst þess vegna oft þægilegt að fá far í bíl, strætó eða rútu. Hann hefur stundum fengið far með ókunnugu fólki og flestir vilja glaðir gefa honum far því flestum finnst spennandi að hafa jólasvein í bílnum. En auðvitað eiga börn aldrei að fá far með ókunnugum. Í dag á hann að mæta á jólaskemmtun á Akureyri, en eftir göngutúr næturinnar þar sem hann gaf öllum börnum í skóinn, þá endaði hann í Reykjavík. Hann hefur engan áhuga á að ganga til Akureyrar, en skoðar þess vegna hvernig best sé að komast þangað. Hann sér að það eru engar flugferðir til Akureyrar í dag, en hann getur hins vegar tekið rútu þangað. Hann fer því og kaupir miða og sest svo niður og bíður eftir rútunni. Áður en langt líður sér hann Potta, bróður sinn. Nei, frábært að sjá þig, kallar Skýrgámur. Allir á rútustöðinni líta við og fylgjast með bræðrunum fallast í faðma. Hvert þú að fara? Spyr Potti. Til Akureyrar, en þú? Svarar Skýrgámur. Ég líka, svarar Potti. Þeir voru báðir að fara á sömu skemmtunina, en vissu ekki að það hefði verið beðið 2 jólasveina. En gaman, hrópar Skýrgámur. Við getum verið samferða til Akureyrar og dansað saman í kringum jólatréð. Jólasveinarnir vita fátt skemmtilegra en að dansa í kringum jólatré. Loksins kom rútan og þeir bræður fara borð og setjast sitt hvor megin við ganginn. Hjúk, hrópar Potti. Það eru belti í rútunni. Ég fór í strætó daginn og það voru engin öryggisbelti. Ég var hræddur að ég þyrfti að fara út á land með engin öryggisbelti. Auðvitað eru öryggisbelti í rútum, segir Skýrgámur. Ég fer oft í rútu og það alltaf öryggisbelti í þeim. Og þar sem eru öryggisbelti þá á alltaf að nota þau. Auðvitað nota maður alltaf öryggisbelti. Þau passa upp á að maður slasist ekki ef rútubílstjórinn lendir í vandræðum. Ég skil ekki af hverju fólk sleppir því að nota öryggisbelti. Það tekur 2 sekúndur að spenna það á sig, segir Potti. Bræðurnir spenntu beltin og hrópuðu rútuna. Allir að spenna beltin! Og bílstjórinn fór svo af stað nokkuð vissum að allir í rútunni væru í belti því auðvitað hlýða allir jólasveinum. En þurfa allir að spenna belti í rútum? Eða eru það kannski bara jólasveinarnir?